Góðan daginn og velkomin aftur til Nörd Norðsson, Sveinn heiti ég. Í dag langar mér að kíkja á fjallum hinn leikinn sem ber nafni Prey. Ég veit, pínu skandi, að það skulu tveir leikir með sama nafni. Prey frá 2006 og þessi Prey frá 2017 eru talsvert ólík dýr. Sjá... Kvenkins, mér finnst alltaf sú útgáfa skemmtileg. Þetta er sem sagt leikurinn Prey frá árinu 2017 eins og kom fram áðan og er gerður af Arkane Studios sem er þetta þekktasti fyrir Dishonored leikina sína sem gefur pínu til kynna svolítið hvers konar leikur þetta er. Leikmenn fær í fótspor Morgan Yu sem er svo sást í byrjunin getur verið annarkvort kvenkins eða karlkyns og ert þú vísindamaður eða vísindakona, ég veit ekki vísindamaður, það er held ég, passar og vinnur með bróðinum svo Speak of the devil. Burning daylight. Set the helicopter to pick you up. It's just a few tests. Don't forget to wear your suit. See you soon. Okay, smellum okkur í græna. Really great you decided to come on board. We're gonna shake things up more. Like old times. Ég eins og margir á oft til að, hvað að segja? Kíkja á sem flesta hluti, sjá hvað maður getur og getur ekki gerst. Svo. Þessi leikur á mest sameiginlegt getur við sagt við leiki eins og BioShock og System Shock, enda í eðli sínu er þetta andlegt framhald af þeim leikjum þó hann beri Prey nafnið og ég verður að segja það alltaf að astanlegasti hluturinn við hann leik er nafnið og það er einhverja versti hluturinn við hann allt annað er á mínum mati frábært en það er bara nafnið í raun og veru sem er kjánulegt vegna þess að það passar ekki finnst manni stundum við þetta. Ég held stundum að það er gáðlegt að þessi leikur eitthvað annað en nógu tuðinu mínum þetta ég var ekki að tuða við marga þetta einn af aðal hönnuðunum leiksins Harvey Smith er einmitt maður sem vann hjá gamla Looking Glass Studios sem gerði einmitt upprunalega System Shock leikina Thief og fleiri og hann hefur unnið að ótal leikjum sem að margir kannast við og hann er einn af stofnendum Arkane Studios sem er í Bethesda sem er reyndar núna er í Microsoft og er svolítið spennandi að sjá einmitt hvað Microsoft gerir með réttin að seríu eins og Prey og Dishonored. Arkane er einmitt núna að vinna að leiknum Deathloop sem kemur út á PlayStation 5 og PC á næsta ári og munur síðan líklegast færast yfir í einhver önnur verkefni hjá Microsoft. Leikir sem þeir hafa gert sem kannski ber verið að nefna fyrsti leikurinn er Arx Fatalis síðan Dark Messiah Might and Magic Dishonored Deluxe 1 og 2 Prey og síðan það var hjálpað við gerstist unni að Wolfenstein Youngblood og Wolfenstein Cyberpilot og eru núna að vinna Deathloop og Good luck to you.
það er mitt annars spennandi það er svo skandið þennan leik er að þó hann sé hannar Bethesda og eða sérst hannar fyrirtæki eigu Bethesda þá er hann ekki að keyra á neitt grafíkvélin þeirra heldur er hann að keyra á Crysis grafíkvélin sama hvað skandið þar hljómar getur við sagt ekki það sé eitthvað vandamál hvaða grafíkvél hann keyra það er bara svo skandið að sjá hann skulle ekki vera að keyra eitt vélunum eins og Dishonored-leikin gera sem keyra á breyttir útgáfu tech og fleiri heldur keyra hann Crysis-vélinni hann er brósi mættur á svæðið Hey, you don't look terrible in a TranStar uniform. Skannast það við henni Still red? This might seem a little unconventional, but it's a you family tradition. Breaking convention is in our blood. Once you start the test, just do whatever comes natural. Hann er með svona ákveðin cel-shade stíl getur við sagt ofan á grafíkina sem heldur skondi. Hvað er dagurinn fyrir utan að byrja á smá Mr. Yu, they're ready for your sister in room A. Right. Smá Listen, prófum. just be yourself. I'll see you after. Það minnst ekkert að vera tilundir. Good morning, Morgan. I'm Dr. Bella. Hann er einmitt mjög svipaðan svona astíl svona teiknaðan cel-shade eins og Dishonored-leikinir. Trust me. Þrátt fyrir að keyra á allt yfir í þessi bakgrunni. All good? Great. Let's begin. Okay. I'd like you to remove the boxes from the red circle as quickly as you can. Just go with your gut. Okay? Okay. Press the red button when you're ready. Glass won't break, will it? Wonderful. That's Bá, sko. fine. Let's move on to the screen. Við erum óttalega klár, við náðum að taka upp kassa. Það getur ekki annað logoðu. Sjáum hvað ég vil að bráka næst. Okay, Morgan, listen carefully. I'd like you to do your best to hide in this room. Take your time, relax, think it over. No, I'm kidding. You only have 9 seconds. Hit the red button when you're ready to start. Veit ekki alveg hvað er halda að maður geti gert. Ég hef pröfað að standa, ég hef pröfað að gera þetta. Behind the chair. Takkilega sér þetta eini staðurinn til þess að fela sig. Ég skil ekki hvað er halda að maður geti gert. Synaptic register. At all? Er halda að maður sé bara eitthvað, þú veist, skertur, sko. Sorry, let's keep things moving, Morgan. Það er eins og sést í herbygginu, þá er ekki margir staði til að fela sig. Sjá, þá er þriðja prófið. Sjá hvað ég vil að prófa núna. Here we go. For this test, please press the blue button across the room as quickly as you can in the most natural, intuitive way possible, without thinking. Just go for it. Press the red button when you're ready. Sorry, can someone please explain to me what's happening? Bíddu nú við. I installed exactly what Tina brought down. Gerði ég eitthvað vitlaust það? Speaker's still on. Úps. I apologize, Morgan. We're having Maður fær eitthvað óttalega tilfinninguna að það sé eitthvað í gangi sem er ekki verið endilega að nefna við mann. Let's step into gear. Allt er þeirra ferndir, ég veit það ekki. Can someone get me a cup of coffee? I would appreciate it. Thank you. Okay, Morgan. Have a seat at the table for me, please. Borgar svolítið að fíkast með í þessu leik. Take a look at the screen in front of you. I'm going to show you a series of questions. Pick the answer that makes the most sense to you. Press start on the screen when you're ready.
Mér langar einhvern veginn mest að horfa á það sem hann er að gera, en... Ok, Belmar er frí... Byrjum einhvern nýja stað. Good. Looks like you've got the hang of it. Keep going. Þetta er svona sálfræðipróf, getur við sagt. Heavy stuff. Klassíska. Þetta er klassíska enda spurning í sálfræði fyrir fólk. Myndi bjarga einum, eða bjarga 5 og fórna einum, eða ekki? Almost done. Ég er reyndar að spúta í gegnum prófi vegna þess að ég skal viðurkenna að ég er ekkert að pæla í því. Same thing. Well done. Well done. Alright. You're nearly through it. Ég er mjög spenntur að fylgjast með kaffibollanum hans. Take a good look at it. In a moment, Þú meinar 2 kaffibollanum hans. my coffee. Þetta er ekki kaffi. Jú. Og fólk undrast að hvernig drekki kaffi. Já, þetta er álengið. Shit, maður. Kannski ekki alveg gáðulegst í heimi. Alex, Simmons, what's going on? We have a problem. What about Morgan? She's alive, sedated. Clean it up. Eitthvað er ekki eins og að vera. Good morning, Morgan. Today is Monday, March 15th, 2032. Groundhog Day, anyone? Pínu déjà vu í gangi. Spurningin er, hvað byrjar maður að taka eftir miklu öðruvísi núna þegar maður er búinn að maður finnur eftir smá stund að það er eitthvað aðeins öðruvísi við heiminn núna og skilaboðin í tölvunni eru ekki til þess að minnka það sem manni finnst. Ég er endur að veit hvað er og hvað er búið að gerast, þess vegna ég kannski er ekki upplýta alveg núllinu eins og margir. Fyrsta vísbendingin klárlega þegar þú kemur hingað. Áttar þig á að það er eitthvað ekki eins og á að vera, pluss að greyið manneskjan lítur ekki vel út. It's time we spoke. My code name is January. You're not dreaming. What happened yesterday was real. If you want to know what's going on, first you need to get out of your apartment building. You're not safe. Ok, við erum að flýja. Hvað gerum við þá? Engin hurð, en það var hurðina síðast. Ég er svo pirrar, ég er sem bara pappa fram af. Bittu nú við. Þetta er ekki alveg svo að vera. Ok. Kemur í ljós að það er búið að vera að krukka eitthvað með lífverðina okkar. Okay. So
Fljótt byrjar maður að átta sig á að það er eitthvað skrítið í gangi og maður er klárlega tilraunadýr. En hei, það finnst þér nóg að drekka. Næsta maður er hann pínu drukkinn til að gera það. Það eru ýmsar leiðir til að fara. Það er skemmtilega við þetta, en við ætlum að prófa þessa leið. Og hérna sjáum við fljótt þyrlan sem við tókum síðast. Ok, eitthvað hefur úrskeiðis með þetta. Við hingað, finnum okkur smá heilsu. Sko, bara blue screen og death eða hvað, ég veit ekki. Svo. Það er skondið með bara að taka eftir núna að umhverju breytist vegna þess að þetta er verið að og hérna er fyrsta sinn sem maður sér þessi kvikindi. Þetta er sem styrir mimics og þau geta breytt sér í hvað sem er en ekki lifandi verur ef ég man rétt. Eins og í Bioshock og System Shock og slíkum leikjum þá er mikið af sögunni sögð í gegnum samtöl og hluti sem getur fundið í umhverfinu, skilaboð og fleira. Kemur sérna að bróðum hans er ekki beint búinn að vera með hagsmunum hans að fyrirrúmi og búinn að nota maður í tilrauninu að starfsemi einhvers konar. Svo. Shit. Maður byrjar fljótt að venjast í að treysta engu. Það er general regla er að það sem inni getur verið hvað sem er, það sjálfkrafa byrja maður ekki að treysta neinu. Svo. Og þannig gerði þetta. Göppuð mann að maður veri að fljúandi í staði fyrir á einhverju sviði sem lítið tilraunarota. Og eins og í System Shock og öðru og Prey gamla og svo mörgum leikjum og hafa fleiri. Ok, þetta virkar ekki þægilegt. Og hérna sést að mimics geta auðveldlega fjölgað sér og einn verður að 4 eins og sést hérna. No one has been able to stop the mimics from multiplying since they broke containment. I'm going to help you stay alive. Just a little further. Ok, hvert fór hann? Einn fór hingað. Einn fór þangað. Sko, það byrjar bara að vera gennilega mjög snögglega að vantreysta öllu svo sérð og slá allt. En það er mest alltaf mér. Ef ég sé stól, þá sjálfkrafa ég til slá hann. Vegna þess að ég treysta hann ekki fyrir 5-ring. Ok. Hérna er myndið kemur það sem gerir leikinn svolítið skemmtilega að mínum mati. Það er þetta að hérna er þetta komast gegn hurð og leikurinn segir við það eru ýmsar leiðir. Hvað vilt þú fara? Eins og ég segi, þú getur leitað af kóðunum, þú getur farið í gegnum
hálfræðskerfið, hérna loftræðskerfið. Ég ætla að reyna að sjá hvort ég finni fyrst mimikinn. Gat, versti. Það passir stundum á stamina-mælurum. Oh shit. Já. Maður getur ekki bara endalaust vegna þess að maður verður búinn og útvaldur eftir smá tíma. Það er ótrúlega mikið af hlutum til þess að finna í leiknum fyrir þá sem eru tilbúnir að leita. Ég er ekki komin með hacking ennþá svo ég get ekki gerst, en það er auðvelt seinna mér að koma hérna aftur á flestu svæði. Eins og hérna, þar sem ég er búinn að finna leikilinn, þá get ég farið hérna. Hérna kemur ljós að mimikinn er ekki svo eini sem þetta eiga við og þetta er önnur tegund. Typhon anthrophantasmus. Keep moving. Getur gert við byrju, ná þessi fyrst. Skapa með einhverju. Það er svolítið skondið að þetta er sko fyrsta vopni sem þú færð, en þessi byssa er ótrúleg vegna þess að hún getur fryst mimikana í svona einhverju geli sem snögg harðnar, en á sama tíma ef maður hugsar hans út í þetta þá býr þetta til möguleika fyrir þig að komast á staði sem þú kannski ættir ekki endilega að gerast. Morgan, there, in the foyer. Grab Ok, the neuromods þarna er nokkri mimics. Normally it's a fake, but I swapped in a real one for you. The neuromods are critical. You won't survive without using them to install new aptitudes. I've already updated your transcript in the list you requested. Take a look. So. Ok, við erum það fyrst. Tricksið er að berja það á fyrst, eða skjóta það fyrst með þessu og síðan með skiptireglum og meðan þeir eru fastir. Svo, það er einn eftir, einhvers staðar. Svo. Ég potti náðum ekki allan, það er einn eftir einhvers staðar. Ok, einmitt, ef þessi kapallar reyfingu sterkar líkur þessi mimik og ef ekki sláðan samt einu sinni just bara til öryggis. Það er gennilega reglun, sláðu allt lágmark einu sinni til öryggis. Svo. Ok, þetta er sem sagt það sem kallast neuromod. Þetta er það sem notar til að uppfæra karakterinn. Það sem kemur blótt í ljós er að það er búið að gera tilraunir með þetta og þetta er reyndar svona ógeðslegasta aðferð til þess að fá hæfileika í tölvuleik. Að setja þetta upp á auganeginu og fá tvær risastórar nálar í gegnum. Gat ég vona þetta sjálf sóttrisandi þess að annars er þetta hryllilegt. Improvisation has always been your strength. You'd be dead if it wasn't. Það sem er skemmtilegt við leikinn er að hann býður upp á fjölbreytilegan leikstíl. Til dæmis ef ég verið með meiri styrk þá get ég losað þessa hurðir þetta dæmi frá og komist þarna. Annað stytt með leið eða fundið einhverja hluti. Komdu þarna, kvikið þitt.
Þannig að sko þú áttar fljótt á því að það eru margar mismunandi leiðir til þess að leysa öll vandamál og það er þitt að finna og líka bara einfallega þitt hugmyndaflug eins til dæmis hérna. Þetta hérna er fyrir fram með leiðin út, segir spil sjálft, en við vitum þetta ekki, en okkur dettur í hug að það er eitthvað meira á vapninu en það samt. Hvað getum við gert í því? Hugmyndrík manneskja hugsar allt í hennu, byrju nú við, ég get búið bara til mína eigin leið og það er það nefnilega skemmtilega við það. En allt í hennu opnast hlutinni fyrir. Eina það er svolítið strempið, þú getur ekki sett þetta á hvað sem er, svo það er svolítið að reyna búa til, en sko, nú er ég skyndilega komin upp stað sem ég kannski myndi ekkert endilega vera komin strax á. Ef ég væri góður þá kemist ég lengra, en þetta gefur mér samt tækifæri að kannski finna einhvern hlut eða tækni seinna mér eða fyrr. Vandar rafmagn hér. Sko, hérna er eitthvað. Sko, nýtt vopn. Þetta ætti að geta stannað fólk. Ástæðan fyrir ég er að tína upp alla svona litla hluti er vegna þess að seinna mér færðu valmöguleikann á að geta nota þessa hluti og endur nýtt á bókstaflega til þess að fá hluti til að uppfæra vopnin og fleira. Þannig að það er þér í hag að nýta hlutina svo finnur. Lyftan hérna takkilega sér ekki komin í gangið, en við getum samt nýtt okkur hana aðeins. Það sem er gott við, mér langar að komast hérna inn. Ég man ekki hvað það er. Kemurstu við gegnum lofti. Ég hef komist hérna inn, ég var að man ekki hvernig ég gerði það. Svo rimur aðeins upp. Ég er ekki þessa leið. Hacking minigame, þetta er reyndar ekki það skemmtilegasta sem ég hef gert, en þetta er samt ekki eina leiðin til þess að komast inn í þetta herbyggi. Ef ég verð góður þá get ég fundið passwordið og nýtt mér það, en ég held ég finna ekki eins og er. En ég var að finna þarna uppfærslu fyrir vopni mín sem ég get nýtt mér. Ok, og hoppum yfir á næsta svæði. Fáum við sjáandi meira af þessum stað sem við erum fastir á. Þessi er ekki haft góðan dag. Ready for your first real view of the world? Jöp. Bíddu nú við. Þetta er ekki... Ok...
Careful. You need to get to your office. I've updated your map. Þarna er jörðin, To see. tunglið I know you have a lot of questions. og hérna erum við. Og núna erum við komin sem sagt á fyrsta opnum staðinn leiknum og það eru byrjað að átta þig á að hver stór heimurinn er. Þú ert sem sagt staddur á geimstöðinni Talos 1 og þetta er hún. Það sem er skandi að hún er byggð í svona hæð, þannig að það eru svæði sem eru opin og lokuð fyrir eins og vegna þess að þú þarfst að fara út fyrir stöðina á mörgum stöðum til þess að komast lengra. Og þú notar þessar neuromods til þess að uppfæra möguleikana hérna, bæði heilsu, hacking og fleira. Og skondast af einn leik er að þú getur, ég vil ekki segja brotið, en þú getur gert hluti miklu fyrir en þú átt að geta gert ef þið dett út nóg klár og hundir ykkur. Og það er búið að vera mjög gaman oft að skoða myndband á YouTube og sjá hvað fólk hefur verið að gera. Ég man að fólk nýtti sér crap. Þessi ónur er talsveit sterkari. Ok. Svo hvað er snakkið með hann. Ég reyndar að spila easy svo þeir vanalega eru ekki svona auðveldir. Já, ég ætla að klára hann fyrst og síðan skal ég kíkja eins á þetta. Ok. Þannig kom hann. Allt í lagi. Þú sem sagt ert með vopn hérna sem þú getur uppfært og þetta til dæmis hjálpar að halda þeim lengur. Og þetta er alltaf gott. Það sem kemur ljós að þetta byggir á svona, alternative history, þar sem kaldast þig fór svolítið öðru í þessu átt og sem sagt byrja Bandaríkjamenn og Sovétmenn að vinna saman og Talos-stöðin er sem sagt uppruni samvinnu og til dæmis í þessum heimi þá deyr Kennedy ekki ráðinn að dögum, heldur lifir hann eins og sérst þarna talað lengi. Þetta er sem sagt stöðin sem hefur verið að byggja við hægt og rólega á nokkrum áratugum. Þú ert staddur á henni. Fucker. Shit. Það sé ekki álbæði en þessi gaurar eru hryllingur. Þegar lengra er komið í leikinn þá byrjar að rekast á fleira fólk, vini og óvini. Hérna er það mjög gott dæmi. Hérna séu þið turn sem ræðst sem sagt á alla sem eru mimics sem er fínt þess að þú getur nýtt þetta að hjálpa þér. Þannig að sér það hérna, mimic og hann ræðst á krán. Málið er samt síðan meir að þú færð valmöguleika, segi sjálft, færislatinu liðið eru grunnsamlegt eins og anskotin.
sem sagt, þú færð sem sagt möguleika setna með að nota fleiri neuromats og suma sem eru byggja sem sagt á hæfileikunum Mimics og Typhoon, og þú byrjar átt að það er hluti vandans af hverju allt var úrskeiðis á stöðinni. Þannig að þú þarft að velja og hafna að mörgu leyti hvort að þú vilt fá þessa hæfileika sem geta verið rosalega góðir en á sama tíma gera verkum að bæði fólk og stöðin getur snúist gegn þér, svo þú þarft að hugsa með þessi, er það þessi virðið eða ekki. Og það er það skemmtilega við henni leik að hann býður upp á gríðarlegt frelsi í hvernig hún spilar hann. Svo þetta er vanlega dauði. Það er fullt af óðum henninni. Ég maður ekki hvort þú getur bara lengra. Skemmtilega við það er, ef maður er pínu hugmyndaríkur, þá getur maður búið til sína eigin leiðir. Pínu fyrir fyrstundum, en svo lengi svo þetta með nógu mikið skotfærum. Shit, fuck, það ekki, ok, það er ekki alveg sem allar mér, en samt. Sérst þá er hugmyndin góð, til dæmis þarna getur komist að áfangastæðin með því að stytta þess leið. Jesus. Þessi blessuð Mimics. Þeir eru hryllingur. Sérstaklega þegar þú ert að spila leikinn í erfiðari stillingum, þá byrja Mimics virkilega mikið að taka taugarnar hjá þér. Vegna þess að hver einasti hlutur getur bókstaflega drepið þig. Hérna til dæmis byrjar nefnilega að koma skemmtileg hlutu þessu. Þetta er sem sagt endurvinnari og allir hluti sem er mest svona gráir en allir hluti gera þetta endurvinna. Þú vinnur það rauninlega niður í frumeindir og þetta eru hluti sem þú getur síðan notað til þess að búa til nýja hluti, vopn og fleira. Þannig að þér í haga, eins og ég segi, eins og ég sagði, tíma upp þessa hluti. Ok, ég ætla að gera þetta, ég ætla að seifa hérna og fara tilbaka. Ég bjó núlega til nýtt save hérna til þess að sína hérna spilurinn og hérna er aftur á móti save, það sé komin talsveit lengur en leikinn. Ég er að klára nokkuð með leik. En hérna erum við stattir talsveit lengra en leikinn, 4 tíma eitthvað svoleiðis. Og við erum stattir hérna fyrir smá Severus dæmi. Hérna er Krimmi, rættaður af leikarinn Walter Goggins sem fólk kannast kannski við úr Justified þáttunum meðan hans.
Hérna er valkost, þú getur hleypt honum út, þú getur skilja hann eftir, eða þú getur, eins og kannski sést þegar þú byrjar að skoða glæpasfélagins, þá er hann ekki gott eintak af mannesku. En þú getur ákveðið hvað það er að gera við hann. Og ég man ekki, ég held að ég hef pröfað. Við skulum vera vondir í þessu tilfelli. Sko, nei, ég var að spila umferð að drepa engan. Málið er hann treystandi til þess að sleppa honum út. Það er málið. Ég skal sleppa honum, en ég treysta honum ekki. Ég myndi ekki treysta honum út fyrir næsta airlock, sko. Fyrir 5-ring, sko. Ég er að reyna að grufla upp hvað ég var að gera í þessum partí. Þú getur nefnilega nýtt þér aðstæðurnar í leiknum og hreinlega bara drepið alla eða drepið ekki neitt. Fengið alls konar krafta eða tekið ekki neitt, en það er eiginlega þýtt að velja og hafna hvað þú vilt. Og það er það skemmtilega við þessa leiki er það frelsi sem þú ert með. Hérna er til dæmis Seeking, einhver gemur að koma lengra inn í skipið. Ja. Hérna er ég komin aðeins áfram í leiknum og með fleiri hluti. Ég er enda með 2 svona. Ég get tala alveg brytja þetta niður í varaluti. Þannig að það er mjög hendugt að geta gert það. Ég bara er ekki nógu duglegur að gera það. Verður við ekki næst. Fær síðan setna mér möguleika til að uppfæra búningin og annað sem hjálpa þér að verða betur var við geimverurnar. Eins og sést þá var bróðin að gera alls konar ógeðfellda tilraunir á stöðinni og ekki rosalega jákvætt fyrir neitt sem var fyrir vegi hans. Það er slatta vélmenni með það sem geta hjálpað þér gert við suma hluti og fleira. Það sem er gott eins og við Google er að þú getur nota hana til þess að slökkva og elda, nota hana til þess að kannski stoppa leka og fleira. Þannig að þú getur nota hana á ýmsa vegu, þannig að hún er miklu sem sagt betri en maður myndi endilega gruna í fyrstu sín. En það er ótrúlega hvað gamli skiptilykillinn stendur fyrir sínu, eins og alltaf. Meirihlutann af stöðinu augljóslega er ekki í góðum málum og er það hluti, hvað getum við sagt? Ég myndi ekki treysta þér fyrir vasan í félagi. I'm sure he wasn't a good man, but you freed him anyway. I'm curious if it was compassion, or was there some other motive? I can only act in ways that advance my directive. The Typhon can only kill and destroy, but you're human. You have a choice. Ég er ennþá ekki viss hvað er rétt í sambandi við hann. En það er skemmtilega við þetta. Ég er að komast að því.
En ég er svona þetta er sem sagt hinn préleikurinn frá árinu sem sagt 2017. Þessi kom út á PC, PlayStation 4 og Xbox One. Og ég mæli innilega með að fólk kíkja á hann leik eða hefur gaman af sögum eða leikjum með góða sögu og fjölbreytilega spilun sem býður upp á mikið frelsi og bara almennt góðum leikjum. Þá held ég að ég verði ekki svikin að kíkja þetta samt. En endilega kíkja okkur á Nörd Norðsins, heimasíðan okkar nerdnorðsins.is, Facebookin okkar, Instagram, Snapchat, Twitter. Eða þið vilja senda okkur eitthvað ábendingar leiki eða bara hvað sem tengt töluleikjum eða kvikmyndum eða hverju sem og við reynum að svara því eins og við getum. Svo ég segi bara takk fyrir bili.